Komið sæl og velkomin í Veitt með vinum. Við erum stödd upp í Veiðivötnum og ætlum að veiða hérna helgina í þessu fína veðri, dásemdar veðri og við ætlum að veiða hérna og skemmta okkur vel. Við ætlum að læra okkur ný brögð, ætlum að kenna ykkur til dæmis hvaða flugur þið getur notað og fara helst yfir svona tæknina sem almennt notuð til að veiða hérna í Veiðivötnunum. Og við fáum líka skemmtilega gesti í þáttinn og við ætlum að kíkja á það og sjá hvort þið sé ekki bara að fara að vera klárir. Innan Tungnár á Landmannaafrétti í Rangárþingi, 200 km frá Reykjavík, vatnaklasi sem í daglegu tali nefnast Veiðivötn, þó svo hvert þeirra beri sérheiti. Þau eru í 570 metra hæð yfir sjó og flest eru vötnin innan við 1 ferkílómetri að stærð og mesta dýpt þeirra 15 til 20 metrar, þó svo nokkur þeirra séu dýpri. Mörg vatnanna eru fornir elgígar með brunagelli í kring og melöndum á milli. Veiðivötnin hafa löngum verið gjöful. Mest af urriða sem getur orðið allt að 8 til 10 pund, en einnig hafa sést fiskar sem fullyrt að hafa verið stærri og árlega veiðast nokkrir fiskar á bilinu 10 til 15 pund. Nokkuð líka af bleikju í sumum vatnana og eru margir sem gera sér eingöngu ferð til að veiða bleikjuna, en það þykir hún ásamt urriðanum vera hinn besti matfiskur. Blessaðir! Sællötu. Hvað segir gott? Velkomin í Veiðivötnin. Já, takk. Hvernig liggur águr? Já, eins og alltaf þegar maður kemst út úr bænum þá einhvern veginn svona dettur maður í svona feeling. Og það er bara að vera hérna bara núna á þess að vera búin að kasta nokkuð og gera nokkuð, bara komin í græjurnar, að þá er maður bara game, sko. Þetta svolítið svona tunglið.is að vera hérna. Þetta er ótrúlegt landscape. Og þið eru búin að gera ykkur klára og ætlið að taka annan stóra vattir? Töfraflugurnar eru komnar á. Já. Já, við erum nokkuð leinuvopn hérna, sko. Og hvað ætlar að setja undir byggi? Við ætlum að vera svona svolítið samstíga og ætlum að byrja á svörtum nobler með smá svona grænu í rassinn og hún hefur reynst mér mjög vel, sko, þessi fluga hérna. Já, þetta er mjög sterk fluga hérna, sko. Já, var hérna fyrir 2 árum og fekk fína veiða hérna í Hraunsvötnunum. Já. Og svo dentist líka, streamer, fekk eins og nokkra í ónýtavatni og þannig að ég held að sé samt, sko, flest allt sem gengur, sko. Já, þú hefur komið hérna nokkrum sinnum en Þröstur þetta veiðin fyrsta skipti, ekki? Já, ég hef aldrei komið hérna og endalega komið í áttina hérna og maður er alltaf ætlað að fara. Og þetta var kjörið tækifæri, ég bara þakka gott boð. Já, bara verða þér góðu. Gaman að hafa ykkur með. En ég segi bara við erum klárir. Er ekki bara eins gott að koma svo af stað að fara að veiða? Jú, það er bara game on. Bleikju var fyrst vart í Snjóölduvatni árið 1972 en árið 1983 er hún einnig í Skyggnisvatni, Breiðavatni, Nýjavatni og Langavatni. Í Veiðivötni hefur bleikja gengið úr Tungná eftir kvíslunum. Á 7. áratugnum var bleikju sleppt í vötnin á Skaftártunguafrétti og barst hún þaðan út í Tungná. Nú er bleikja í 11 vötnum á Veiðivatnasvæðinu. Það er nánast öll vötn sem hafa samgangu Tungná nema Fossvötnin. Jæja, kominn tíminn til að fara að velja sér hjól og línu eftir veðri og mér sýnist það svona fljótu bragði að blæs pínulítið, þannig ég hef ákveðið að velja mér stöng fyrir línu nummer 8 sem henta mjög vel við þessar aðstæður. Þetta er 10 feta stöng og mjög fín einmitt þegar það byrjar að blása aðeins. Kemur línunni vel út og afbragðsverkfæri fyrir svona aðstæður. Línuvalið getur verið tvennt og það er nú algengast að menn nota hérna annarkvort flotlínu eða intermediate línu og mér finnst nú aðstæður vera svona frekar í áttina með að nota intermediate línu, þannig að ég ætla að nota það í dag og þetta er alveg rosalega fín lína. Hún er glær og með intermediate sökkraða og hefur notið mikið af vinsælda på síkastig síðan hún kom fyrst og hentar alveg ofboðslega vel við aðstæður eins og eru hérna í dag.
Það er eitt sem þú þarft að hafa í huga þegar þú ert að veiða hérna í veiðivötnum og það er taumurinn. Ekki vera feiminn við að nota svera og sterka tauma. Fiskurinn getur verið stór. Maður hefur heyrt tröllasögur af fiskum hérna alveg upp í 12-13 pund upp úr litla sjó og hraunvötnum. Það eru stærri fiskar hérna, þó þeir náðust kannski ekki alltaf á land, en það er eins gott að vera kannski vel við í búinn. Ég ætla að nota 16 punda taum og lengdin á honum æskileg, cirka stangalengd, svona 9 til 10 fett. Stöngin er klár, línan er klár, spurningin er bara hvað ætlum við að nýta á endan á taumnum. Algengustu flugurnar sem er verið að nota í veiðivötnunum eru til dæmis straumflugur, Nobler, Dentist, Mickey Finn og fleiri og það er alveg óhætt að prófa bara eins mikið og mögulega getur. Lykilatriðið getur bæði verið hvaða flugu þú velur, eins líka á hvaða hraða þú dreifur inn. Úrvalið er allavega nógu gott. Ég held að vera líklega bara erfiðast að velja hvaða fluga fær þann heiður að byrja hérna hjá okkur í dag. Og ég held að það verði flugan sem að hefur nú gefið mér oft fína við gegnum tíðina. Og það er bara svona svartur, gulur Nobler, þyngdur. Og það er líka lykilatriðið með þessa flugu að draga hana frekar hratt inn. Það er klár og ég ætla bara að fara að veiða. Byrja á því að sjá hvernig strákunum gengur og krossa bara hringur. Hvernig gengur Drafstöður? Leið mér hugsa, ég veit það ekki alveg, jú, þetta var svona að hitna og samkvæmt stöðlum að þá sagði Kalli Lúmir að eftir korter að þá fær hann að taka fyrst og ég trúir á það að Kalla Lú þannig að ég treysti því bara eftir svona 10-15 mínútur og þá fer allt að gerast í 3000. Þú hitna bara þangað til að kíkja að bygga. Beðið heils honum. Fossinn eða við litla fossvatn er hindrun á útbreiðslu bleikjunnar. Bleikja hefur fundist í Snjóölduvatni, Nýjavatni, Austurbjallavatni, Krókspolli, Skyggnisvatni, Kvíslarvatni, Eskivatni, Langavatni, Tjaldvatni, Stóra Skálavatni og Hamrafellsvatni. Erfitt er að skýra hvernig bleikjan hefur borist í Skálavatn sem ekki hefur neitt sýnilegt útrennsli, en hugsanlegt er að fuglar hafi borið smáseiði úr Tjaldvatni en þar er nóg af smábleikju og stutt á milli vatnanna. Ef til vill hefur hún fundið sér leið neðanjarðar sprungur. Bleikja er einráð í Austurbjallavatni og Tjaldvatni en er annars í sambýli og samkeppni við urriða. Urriðin hefur víða orðið undir í þeirri samkeppni, til dæmis í Langavatni og Eskivatni. Undanfarin ár hefur veiði álag á bleikju í þessum vötnum verið aukið með netaveiði og urriðaseiðum sleppt til að freista þess að rétta við urriðastofninn. Samkvæmt niðurstöðum erfðarannsókna mun urriðin í veiðivötnum hafa einangrast ofan ófiskengra fossa fljótlega eftir lok ísaldar, en hann er talinn náskyldur urriðanum í Þingvallavatni. Stofninn er óvenju hraðvaxta og verður síðar kynþroska en sjógengnir ættingjar hans og stofnar í vötnum á láglendinu. Já, nú vorum við að tala saman þar ekki. Það er alveg ljóst. Er ég að fíla þetta?
Eða er ég að fíla þetta? Bara rólega. Jú, komdu bara. Hann er hérna komið bara. Við land. Ó, Það er nógu eftir. ég hef brjálað drengir ef ég missi þennan. Þetta er flottur. Blíður, Stinni blíður. Jú, er ég að fíla þetta. Taktan, drengur. Taktan. Yes! Er það ekki hérna... Er það ekki Nobler? Já, þetta er ekki flottur fiskur. Þá veit ég ekki hvað. Þetta er náttúrulega bara snilld. Þetta er toppurinn á þolinmæðinni. Fá að taka eitt svona. Og jafnvel fleiri. Hvað hann var að tala um? Þetta er 2 pund. 2? Þessi mælir hlýtur að vera rangur. Já, þetta er stærri fisk. Þetta er stærri fiskur sko. Hann er alveg 3 pund sko. Já, langt síðan að nota þennan sko. Þessi segir 2. Já, dæmiði. Ég segi hann segir alveg. Já, hann er 3 pund. Við veitum að kalla þetta gott í dag og ég veit ekki hvernig veiðin er búin að vera hjá öðrum innan við vatnið en ég ætla að það er komin einn á land hjá Mr. Þresti. Fuglinn, hann sigraði þennan dag. Sigraði dag, ekki Þú kvöld fyrir því. mátt ekki gleyma því sko að þetta er eiginlega maklinum að þakka sem ég setti þetta fyrir framann sko. Já, ég er ótrúlega Kveikti lökulegur að hérna hafa krækt í fiskinn. Þetta var flott. Það var stuð. Ég er alveg... Hvað tók hann? Hann tók eiginlega... Hvað er þetta? Þetta er svona svartur Nobler Black Ghost, eitthvað svona... Fixt eitthvað blanda. Úrkynjaður. Það er svona blár Taylor on the side. Blár Taylor on the side. Já. Það var eitthvað mix. Herðu, var svo bara hérna fluga mín. morgundagur. Hvernig, ef ekki bara vakna snemma og... Jú, það er bara... Það er bara 7, við erum vanir því strákunir að vagna á mótnana, þannig að það er ekkert vandamál og trúðu mér hlakka til. Spurningum að kíkja í hérna í Fossvatnið og Ólindavatn, Hraunvötnin. Já. Tökum bara góða rúnt á morgun. Já. En ég segi þessi bara spurningum að opna eitt kaldan og kalla bara gott í kvöld. Ha. Ég vann. Mikil eldsumbrot frá árinu 1480 einkenna umhverfi Veiðivatna. Vötnin liggja í lægð frá norðaustri á milli Snjóöldu fjallgarðs og Gígaraðar sem kennd er við Vatnaöldu. Vatnasvæðið er 5 km að breidd og 20 km langt. Veiðivötn liggja í 2 röðum og í þeim vestari eru vötnin sem urðu til við eldsumbrotin 1480. Þau eru jafnan smærri og þau helstu eru Nýjavatn, Breiðavatn, Eskivatn, Langavatn, Skálavatn, Tjaldvatn og Fossvötnin. Í austari röðinni má telja Snjóölduvatn, Ónýtavatn, Grænavatn og Litlasjó sem gefur líklega 40% af heildarveiði vatnana. Mikið er af bitmýi við vötnin en þó sýnu mestu Fossvötn, Tjaldvatn, Langavatn, Eskivatn og Hraunvötn þó flugan sé víðar. Hún virðist vera mest uppi í júlí en það er þó breytilegt á milli ára og veðurfari frá degi til dags. En við góð skilyrði getur verið svo mikið af flugu að menn halda sig innan dyra þangað til það versta er gengið yfir eða verja sig með flugnanetum og jafnvel vettlingum til að losna við bit. Þetta er ekki ryk sem er að þyrlast upp hérna á og til. Þetta hérna, þetta er fluga. Þannig að við ætlum bara að ítreka við ykkur mun eftir að taka með ykkur net eða þá er þetta að kaupa svona flugnarólón í flestum verslinum. Þetta ættir að vera með bara klárt í vasanum allan daginn.
Ég er búinn að setja flugu undir sem heitir Dentist. Það er tannlæknirinn. Fluga sem reyndist mér mjög vel hérna fyrir nokkrum árum. Það var reyndar ekki hérna í Fossvatni, heldur í Ónýtavatni. Þá var ég að veiða hérna með bræðrum mínum og fengum mjög fína veið. En það var líka bara á klukkutíma. Það getur verið mjög dittótt hérna. Já, ég held að ég sé að koma hérna í fjórða skiptið. Þetta er gríðarlega skemmtilegur staður. Þetta er náttúrulega mörg vött hérna og ótrúlegt landslag. Og svo er hann líka bara svo að kljást við urriðan í þessu vatni er bara mjög skemmtilegt. Maður veit aldrei hvar maður hefur hann. Og það getur komið skot og eftir í hálftíma þar sem við fáum allir fisk og svo ekkert meira. Þannig að þetta er mikið ævintýri að vera hérna. Það er orðið vaðþröstuður? Já, ég er búinn að fá eitt nart held ég. Þetta var nú eina sem ég er búinn að vera að varja hérna. Hvað fær okkur? Já, gefum mér sér 2-3 kost. Ég var að setja leynivopni á og ég hef tilfinningu verið svona stað, sko. Þetta er þegar sólin er að koma og þegar sólin er að fara að þá er urriðin í fíling, sko. Það er mín tilfinning. Svo mega allir törfamenni segja mér eitthvað annað. Þröstur, Já. þú mátt gera eitt. Þú mátt gefa línunni augnablik til að sökkva. Strippa bara hraðar og lengra inn. Miðlungslangt á það. Já, bara svona fetið. Frá árinu 1990 hafa árlega veiðst 7 til 11.000 fiskar í veiðivötnum og mest veiðist í Litlasjó, en einnig hefur veiðst vel í Hraunvötnum og Ónýtavatni. Þá hefur Grænavatn verið sókn síðustu ár. Hins vegar hefur aðsóknin vatnanna minnkað nokkuð upp á síðkastið, þó svo að veiðivon sé þar oft ekkert síðri en í þeim sem meira eru sókt. Hvaða fíling áttu með það? Ég setti undir þetta litla rauðasíli þyngda, hann tók það bara í fyrsta kasti, því að ég var hættur að nota nómbrunni. Tara! Jöp! Ok, núna á ég einn kaldan inni, það er bara búið að afgreiða það mál. Alveg koklifti, bara í fyrsta kasti. Þessi átti ekki sens. Hvít ykkurstokkar. Beauty, nú bara move on. Bara move on og einn. Má ég sjá fluguna aðeins? Það var með, ok, rauði, ég er með fullt box af þessari flugu til bíl, sko. Hann tók hann alveg leiðandi aftur. Já, það finnum við að Ég skipta ætla að prófa að senda þér hérna, ég er með, hérna. Francis? Já. Það er engin lax hérna sko, en það er aldrei að vita. Æ, þú veist, akkur ekki. Víða er aðdjúpt í vötnunum og virðist fiskurinn oft halda sig í kantinum við dýpið. En í minni gígvötnunum er hann oft alveg upp í landi. Þannig að það er gott að byrja köstin áður en komið fram á bakkann og vaða ekki út í fyrr en svæðið næst landi hefur verið fullkannað. Þær flugur sem eru mest notaðar eru straumflugur eins og Nobler, Black Ghost, Mickey Finn, Flæðamús og Dentist. En auðvitað eru fleiri flugur sem gefa. Reglan er bara sú að prófa nógu margar þangað til þú finnur flugu sem gefur. Í veiðivötnum er stangveiði stundum frá 20. júní til jafnlengdar í ágúst og allt agn er leyfilegt. Veiðin er jöfn allt tímabilið en þó er oft eftirsóknarverðast að fara í opnununa en við erum einmitt í opnun vatnanna í þessum þætti.
Alls veitt á 80 stangir og vinsældir svæðisins eru orðnar þannig að árið 2001 seldust allar stangirnar upp. Vá, hann var fastur þessi maður. Við erum mest búin að vera með flugu hérna upp í Veiðivötnum núna, en það veitt á meira hérna heldur en bara flugu. Vinsælir spúnar sem við verðum að nota, og það má til dæmis nefna nokkra eins og lippuna. Mjög góða spún, fínn í öryðan og mjög fínir líka svona litli svartir með óransplötum. Reflexin, vinsælt spún frá Abo. Og þeir eru til í alls konar litaútfærslum, kannski sniðið að prófa bara sem flest. Og svo dropinn. Og dropinn til í mörgum útgáfum líka. Hérna er með bara svona klassískan svartan dropa. En þetta eru spúnarnir, svona í þessum útfærslum, sem ég hef svona verið að sjá flesta vera að nota og gefa mjög vel. En þetta er eins og með fluguna, það er bara að gera skipta bara nógu oft ef þú ekki var. Prófa bara eins marga og þú kemst yfir þá þú finnur einhvern sem að loksins gefur. Það var laglega. Hvað erum við að tala hérna? 3000 flokkurinn og Kalli Lú. Tveir á tippinu. Hip hip budget! Hip hip budget! Hip hip budget! Svona stöngin að vera. Þetta var að taka í lagi. Hver sagði þér að kasta þangað? Fuglinn. Þangað? Ég fann að sjá það að nú fer ég ekki í veiðitúrunum að fuglinn sé með. Hann er alveg tappa. Nú skulum við snúa okkur. Er þetta bolti? Hæ? Er þetta bolti, Biggi? Hann klippur bara vel í. Það er að veiða bolta ferðarinnar. Já, landa á honum áður með þetta fagna. Já, ég var með sama vandamál og maður náði ekki að reisa. Ég fann að halda hérna. Ég er að segja það. Ok. Hey! Gjörðu svo vel. Ég held að þetta alltaf ekki hafast en í upphafi ferðarinnar þá töluðu við svartan noflur. Það stóð öllu að hann sé nokkuð góður. Þetta er sama flugan og aðan. Já. Það er þessi noflur. Við erum búið að mókast inn á það í kvöld. Og svo er það beituveiðin. Algengasta beitan, makríll, síld, sandsíli, maðkur. Hrognaveið er stranglega bönnuð hérna í veiðivötnunum til að koma í veg fyrir útbreiðslu pesta eins og kílaveiki. En þegar þú notar beitu, þá eru tvær aðferðir sem er langalgengast að nota.
Annars vegar það svokallað three-way, en það virkar þannig að við erum með segulnagla sem fyrir 3 áttir, köllum við einfallega three-way. Annar endinn hérna fyrir upp í stöngina. Við erum með öngul á hinum endanum. Vegalengdin hérna á milli getur verið svona frá 60 cm upp í kannski 1,5 metr, það veltur bara því hver veiðir. Og svo í segulnaglunum sem vísa niður, að þar hengjum við litla pungsöku. Ástæðan fyrir þessu er svo að þegar þú ert búin að kasta út í, þá liggur sakkan frjáls og beitan líka. Þannig að þegar fiskurinn er farin að kroppa í og narta, að þá finnur hann ekki fyrir sökkunni og líkurnar því að þú tækir fiskinn eru bara miklu meiri. Þetta er mjög einföld aðferð að nota og þú getur meira segja gert eitt. Ef þú vilt vera með maðk og makríl, að þá hnýtur við einfallega bara 2 línur í segulnaglan með önglunum og hefur eina styttri en hina. Og þá getur þú séð bara hvort hann er frekar að taka makríl eða maðk. Hinn aðferðin er líka ferlega einföld og hún byggist upp á því að við erum ekki að nota three-way heldur einfaldan segulnagla. Línan hérna fyrir upp í stöngina, segulnaglinn kemur hérna á milli og sakkan er stangar megin við segulnagla. Þú hnýtir síðan taum í segulnaglan sjálfan, þar sem öngullin er á endanum, og þetta byggist í rauninu upp á sömu tækni eins og við erum með three-way. Því að sakkan er frjáls þegar þú kastar og allir jöfnu kastar lengra finnst mér persónulega með þessu. Og þegar hún liggur á botninum og fiskurinn fer að taka í, þá liggur sakkan alveg frjáls. Fiskurinn þarf ekki að dragast með sökkunum með sér. Þessar 2 aðferðir er lang algengast að nota í beituveiði, alveg sama hvort það er hér er annars staðar. Og kosturinn líka við það, þetta er einfalt og virkar. Það sem að kallinn var að veiða á hann, hvað fluga var það sem þú ert búin að setja á stöngina þér? Það er bara nákvæmlega þessi hérna. Þessi? Já, svartur nobler. Með þessu græna í, sko. Og 2 augu. En svo flugan sem er nú farin í hafið, bláa. 3000 lokkurinn? Já, hún er... Sem ég er búin að fá það hjá á? Já, hún festist í steini. Og takan þín? Já. Já, ég meina, þetta er bara, það skiptir engu máli. Hún var bara með einum haus. Sko, annars veist mér þessi geðveik. Þessi er mjög veiðileg. Gríðarlega veiðileg. Ég ætla að veðja á þessa, því að hún er með einni kúlu eins og hins. Og jafn stóri kúlu. Stöla það. Ég ætla að veðja á þessa og hérna... Ég ætla að gefa þessa bara hérna í vestinu. Þristur! Nice! Yes! Og það er bolti, djöfullinn á stór. Já, þetta er engin mínir. Þá erum við komið að því. Þetta gera heil 7 pund. Það er flott taka maður. Bara skál. Algjör grill. Já, þetta var gaman að þessu. Það kom að því. Já, við erum búin að berja þetta ná. Já, og líka við erum búin að prófa náttúrulega endalaust á flugum, en svo tók hann loksins fluguna sem maður byrjaði með í gær. Noblerinn. Svartur nobler, með svona grænu. Ég tók þetta ekki stundum með grænum á hann, sko. Já. Það var eitthvað... Það er ekki eina góða tök á hann, sko, en það var nú ekki meira, sko. Við erum að draga ný fiski og Já. þó hann sé ekki alveg á í hverju kasti, sko, þá er hann að taka svona klukkutíma fresti. Já, allavega það. Það er minna, þú veist okkar, kannski meira við erum búin að sjá hérna annars staðar, sko. Ég var svona spáði að fara að skipta, sko. En tókstættir því, það er enginn sem tekur, sko, hann kokleipir ekkert. Ekki nema fiskurinn sem ég tók hérna á hann. Já, það? Það var alveg honum í kókið. Þetta var bara rétt í honum. Já. Ég vil bara hangið þetta svona í vörunum á hann. Já. Ég hef ekki oft lent í því hérna upp frá að
að fá svona algjöra kokkleipingu Maður á norðurinn, sko. þarf líka að taka bara nett á hún. Já, og vera bara fljótur að bregðast við. Já. Og finnur það að hann farin að sporðurinn farin að taka við sér, þá syndir hann eitthvað. Þetta er eitthvað sem ég hef ekki gert áður. Þetta er fílingurinn. Þetta er alveg fílingur. Þetta er hérna flugan sem ég sagði að hérna myndi líklega virka. Ég minnir að Kalli hafi talað um hún heiti Alda. Alda, það er... Sig-Alda. Það er hún. En geti ekki bara verið Sigvaldi? Þetta er Aldan. Er þetta Aldan? Já. Gríðarlega falleg fluga. Ég er eiginlega nokkuð pottur á því að þessi fiskur, hann tekur ekki aftur. Þannig að mér er óvægt að byrja aftur. Það er ekki bara málið. Þetta er bara fast. Ef þú lendir í þessu, að vera festað í botni, fórnaðu frekar flugun heldur á stönginni. Ekki fara að rífa í og toga á rykja. Leðu bara stöngina niður, haltu línuna og toga. Flugan kostar 200 kall, stöngin kostar miklu meira. Nei, hvað erum við að tala It's a take, hvað sagði ég? Ég sagði að væri einn á kantinum allt fljótlega. Ég held að Biggi sé bara að bjarga því við borðum ekki 7 pundar alls, sko. Herðu, við skulum orða þetta rólega, hann er að jafna fuglinn. Það er fjarki á kantinum, ég ætla að kasta einu enn Biggi, þú ert að þurfa að þreyta. Jói Jónsson. Landsbyggðarfundur í Bláfjöllum. Það er að sleppa það? Við félagarnir ætlum að skella bara í grill. Hann fara að heim til mömmu þessi. Hann er safe. Við erum búin að velta svolítið fyrir okkur í dag hvað fiskurinn sé að taka og það hefur ekki farið á milli mála. Það er bara nú að teygja sig niður. Hérna er allt vaðandi hotsílum og ef þú spáir aðeins í því, hérna er með hotsílis hæng, frekar lítinn, en þetta er ekkert ólíkt því sem noflina var að gera, svona pínlítið silfrað og við erum að nota kúlu hausinn noflara. Annarkvort með 2 eða 1 og þau fara hér bara í torfum í vatninu, bara í litlum reykjum. Þetta er málið í dag. Í fossvötnum og eskivatni hefur einnig reynst vel að nota kúluhausapúpur og veiða þær þá neðarlega, annarkvort nota flotlínu með löngum taum eða intermediate línu og draga fluguna sem næst botni. Einnig er þurrflugaveiðin bráðskemmtileg þegar fiskurinn vakir mikið. Ferðafélag Íslands á rúmgóðan skála við Tjaldvatn og fá veiðimenn þar gistingu fyrir lítið gjald. Einnig er hægt að leigja sér skála en þeir eru nokkrir á svæðinu en þá þarf að bóka með góðum fyrirvara. Veiðivörður eru á svæðinu sem veitir upplýsingar vötnin. Fyrir þá sem er að koma í fyrsta skipti að vötnunum getur verið býsna erfitt að velja sér veiðistað, þar sem vötnin eru mörg og veiðistaðir margir.
Þá að gera að leita leiðsagnar hjá veiðivörðunum, þeim Hermanni, Rúnari og Bryndísi, enda hafa þau lengi verið við veiðivakt á svæðinu. En lítið skilti sem hangir upp í veiðihúsinu segir þó meira en mörg orð. Á því stendur að fiskurinn sé í þessu stóra blauta, það er að segja vatninu, og besta veiðiaðferðin sé einfaldlega að leita. Nokkrir veiðistaðir eru þó þekktir og merktir á kortum sem hægt að nálgast á veiðivatnavefnum ásamt upplýsingum veiðistaðina, aðkomu, agn og fleira. Fluguveiði var ekki mikið stundið í veiðivötnum fyrir á allra síðustu árum. Mest veitt að svokallan letingja, en þá stönginni komið fyrir í stangarhaldara og agnir látið liggja á botninum. Það bara sölsjálf beint á kallinn. Og þá sér maður hún í vatni og getur maður að skoða hann. Vert að minna veiðimenn á að fylgjast vel með stöngunum því ófáar stangir hafa hreinlega verið dregnar út á vatn af fiskum sem taka beituna og synda svo út á vatn með stöngina í eftirdrægi. Þetta er fallegri fiskur. Þú endar á grillinu. Það er snillt. Hvað málið með þennan fisk? Hann bæði étinn hérna, eyruginn á honum og eins kviðuginn, sporðun hérna aftan á. Segir okkur hvað? Þetta getur sagt okkur þetta annarkvort að hann sé að náttúrulega urriðinn er grimmur fiskur og þeir eru ofta að bítast og narta eitthvað annan Já. Þetta gæti verið það Þetta er eftir árás. Já, þetta getur verið það bæði þetta hefur verið smáfiskur eða annað og vantar í hann annað auga og Þröstur búinn að svo gott sem slá heitt úr. Það er beint á grillið þessi. Þetta er engin fegurðardrottning en hún er örugglega góð á bragðið. Já. En er það svartur naflur? Já, þetta er bara segjum að Það var kvikindi þegar þú séðst. Það er græðan til hann er búinn að taka 3 hérna. Heyrðu guys, ég hef bara ekki tími í þetta blaður. Þú bara heldur áfram. Þannig að ég ætla að fara áfram. Ef ekki gefur þessu smástundir viðbót og... Jó, leið mér að taka 2-3 viðbót. Já, 2-3. Sérstaða veiðivatna felst ekki síst í lífríki vatnanna. Svifdýralíf er yfirleitt fábreytt, einkum vegna hraðrar endurnýjunar vatnsins, en botndýralíf er aftur á móti mjög ríkulegt og hefur mesta þýðingu fyrir afkomu silungs í veiðivötnum. Af botndýrum eru það lirfur rykmýs eða toppflugu, vorflugu, skötuormar og vatnabobbar sem eru mest áberandi og jafnframt mikilvægasta fæðan fyrir silung. Það oft gott að kíkja í fiskinn sem þú veiðir til að sjá hvað hann að taka og velja svo flugu sem líkist ætinu mest. Enn og aftur er það félaginn. Svartur naflur. Þetta var aldrei í hættu. Þetta er málan í dag. Hér í Veiðivötnum. Svartur naflur. Því var gjarnan haldið fram að erfitt væri að fá urriðann í vötnunum til að taka flugu. En veiðin síðustu ár hefur rækilega afsannað það. Og fyrir tímabilið 2001 voru settar reglur að leyfa aðeins fluguveiði í litla og stóra fossvatni og hafa veiðimenn tekið því vel. Þessi fær að stakka þess. Gestrisni veiðivarðana er rómuð af þeim sem koma í veiðivött til að veiða og það er að mörgu leyti þeim að þakka að sama fólkið kemur ár eftir ár til veiða á svæðinu. Hjá þeim má einnig fá helstu nauðsynjar ef eitthvað skyldi gleymast, eins og spúna, flugnanett og nokkra flugur. Eins hafa þeir reynst öllum þeim veiðimönnum vel sem hafa lent í bílavandræðum í vötnin.
Góðir vegir eru vatnasvæðið sem lagfærðir eru í byrjun hvers veiðitíma en nokkrar ár eru þó óbrúaðar og ættu veiðimenn að sýna aðgát þegar ekið er við vöðin. Fuglalíf er mikið í veiðivötnum. Hávella er algengasta andartegundin en einnig finnast stokkendur, duggendur, grafendur og urtendur. Straumendur hafa haldið sér nokkuð við Fossvatnakvísl og einnig eru óðinshanar nokkuð algengir og verpa víða við vatnsbakka. Það er því gott af minna veiðimenn og aðra sem fara svæðið að sýna aðgát þegar gengið er svæðið til að styggja ekki fugl sem liggur á hreiðri eða litla unga sem liggja hreyfingarlausir, svo gott sem samlítur umhverfi sínu til að verjast unga ætum eins og sílamáf. Hvað getur maður sagt eftir svona stórkostlega helgi? Frábær helgi. Hvernig endaði þetta? Þröstur tókst hvað marga? Ég er með, hvað var ekki, 8? 8? Já. Byggi með... Já, með 6. Ok. Alltaf flugu? Alltaf flugu. Almost 7. Já, við mistum náttúrulega líka nokkra. Já. Og þetta náttúrulega bara var meiri háttar bara helgi hérna. 7 pundarinn alltaf toppurinn? Já, það er alltaf meiri háttar að fá svona stóra fisk og já, eins og þú segir, alltaf flugu og Ég vil líka búin að vera alveg þvílíkt heppnum með veður, sko. Já, maður er að vera eins og grillaður arabahöfðingi, sko, þannig að maður þarf að fara að pakka saman, sko. Pakka saman og koma sér í bæinn. Og bitin líka, vel bitin, sko. Já, þú með mörg bit, ég er bara með eitt hérna, sko. Nokkuð vel Það sloppið. var aðalega hann í Hraunvötnunum, það sem að... Já. Það er sýningum mitt. Já. Það er aðeins? Nei, ég er meira svona að gera grín, sko. Ég er alveg laus í bit. Heppinn. Vil ekki fuglinn. Heppinn. En þetta að fá að vera inn í dag og bara í rauninni að vera í 3 daga, það er djöflast. Æfingi með fluguna á pakkinu og svona hvað leið á það auðveldaði fyrir manni, sko. Já. Og þegar maður farin að sjá fiskinn stökkva eins og í morgun og kasta í hann og 1, 2, bam! Þá var dottinn inn einhver svona fílingur í huglinn bara. Ég held að við gerum þetta ánlegri ferkali. Er það ekki bara spurning? Og þetta, þátturinn ber nafn með réttu, veitt með vinum. Já. Bara takk fyrir hérna... Takk fyrir okkur. Takk fyrir helgina. Sömuleiðis. Árlegt. Steinleikur, takk fyrir okkur. Það var helginni lokið hjá okkur hérna í veiðivötnum í bili. Veiðin búin að vera frábær, gaman að veiða með þrastarbygga, veðrið alveg eins og það gerist best. Í næsta þætti þá verðum við í Laxá í Kjós og ætlum að veiða þar með Gunnar Örlygs þingmanni. En þangað til næst, verið sæl!